Góðir hlustendur, þið að hlusta útvarp sögu, síðdegisþáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum síðdegisþætti Valdimar Jóhannesson, fyrirverandi blaðamaður og hann blokkar líka. Velkomin Valdimar. Nú, það hefur ýmislegt verið að gerast núna upp á síðkastið sem að ég vildi nú ræða við þig og kannski fyrsta málið sem ættum kannski að skoða. Það að nú stendur til að reisa þessa mosku þegar það byrja á framkvæmdum næsta sumar og við vorum með skoðanakönnun núna sem var í fyrradag í gær eitt sólarhring og það voru mjög margir sem tóku þátt í þessari könnun, 620 manns og niðurstaðan var svo að 94,5% vilja ekki moskuna og 4,7% sögðu já. Já. Og þetta mjög þetta, eins og ég teka fram, þetta ekki vísindaleg könnun en hún mjög margir sem taka þátt í þessari könnun og einu sólarhring og ég held að þetta bendi nú til þess að það sé nú ekki almenn ánægja með þessa byggingu, hvað segir þú? Nei, ég sannfærður það, Pétur, að þetta algjörlega í samræmi við það sem að þjóðin að hugsa. Ég fer svona víða og hitti mikið af fólki og maður finnur þetta allstaðar. Ég að vísu var ekki að heyra þetta fyrir bara í dag að þeir voru búin að fá þetta samþykkt en maður hefur heyrt þetta fyrir mánuði að fólk bara mjög skelfingur rostið yfir þeirri þróun sem verður í íslensku samfélagi við það að fá mosku hingað inn og það sem að henni fylgir, það fylgir henni að það eru 10 milljóna múslima í Evrópu, þeir munu flytja hingað í stór auknu mæli vegna þess bæði vilja komast inn á okkar góða velferðarkerfi sem mjög gott og líka vegna þess að þeim finnst að ef þeir eru komnir mosku þá eiga þeir svolítið mikið heima á Íslandi. Þannig þetta mun verða mikill segull á það að múslimar flytji til landsins og þeir þurfa ekki að fara í gegnum, margir þeirra þurfa ekki að fara í gegnum neina síur til að komast til landsins. Þeir geta bara, þeir eru Evrópubúar af ýmsu tagi, þeir hafa þegnréttindi í Evrópulöndum og þetta ekki fámennur hópur, þetta eru 10 milljóna manna. En nú eru 2 hópar hér á Íslandi, á ekki hinn hópurinn eftir að þá reisa mosku líka? Jó, það ekki, verður ekki að vera jafnræði, verður ekki að vera síja múslima hérna og síja... Er þetta ekki sunni? Jú, báðir sunni, alveg rétt, já, en svo verður náttúrulega síja líka og það náttúrulega Íran getur ekki sett sig við það eða síja múslimar getur ekki sett við það að hér sé ekki þeirra Moskva, mann get ekki... Hvernig þetta í Skandinavíu? Þeir ekki bæði sunni og síja þær? Jó, ég þekki nú ekki nógu vel til hvernig moskurnar og það en þú áttar það því, Pétur, að það fyrst núna á síðasta ári sem að fyrsta moskan rís í Danmörku. Þeir fengu ekkert leyfi til þess að reisa þar mosku fyrir eftir langan tíma og þeir stjórnmálamenn sem unnu það óheillaverk að leyfa moskuna í Kaupmannahöfn, þeir mættu ekki við opnunna vegna þess að þeir voru búin átt að sjá því líka óheillaverk það hafði verið að standa að því að hún yrði reist. Nú stendur til að... nú stendur til í sambandi við moskubyggingar í Evrópu að breyta kristnum kirkjum í moskur. Já. Og það talað þetta og með þess að þekkti stjórnmálamenn hafa risið upp gegn þessu eins og Giskardi Steng og fleiri sem hafa nú verið kannski ekkit áberandi í þessu og við, það er gífulega margar moskur í Frakklandi alveg gífulega og þá spurningin þá kirkjurnar eru tómar segjar, og þá bara breytum við kirkjunum í mosku. Jú, þurfum við ekki að vera svona multikultúral, verðum við ekki að vera fjölmenningarsinnaðir hérna. Myndi kirkjan eitthvað segja við því? Já, hvað með Hallgrímskirkju? Myndi hún ekki vera mjög skemmtileg? Dómkirkjan? Já, hún ekki nógu heppileg fyrir það. Ég held að Hallgrímskirkja væri mjög góð fyrir þá. Þeir þurfa svolítið svona þeir þurfa að geta látið Allahu Akbar óma svolítið í kirkjunni. En grínlaust að þessi menn sem að hafa leyft gefið þessa lóð í fyrsta lagi og síðan leyfa þessa byggingu þessara mosku í gegn 95-6% af þjóðinni. Ég nána samferður að hlutfallið þannig. Að þeir eru náttúrulega... Það eru 90+ sem á móti þess. Já, það það og þeir eru náttúrulega ekki að hlusta á þjóðina, þeir vaða áfram í
hábjánahætti. Þetta ekki, þeir ætla sér eflust ekki að valda þjóðinni skaða. En þeir hefðu betur alveg stutt við það að syngja annað þjóðsöng heldur en þeir hafa gert. Þeir hefðu átt að syngja þjóðsöngin fallega eftir hana Huldu, hann Benediktsdóttur Björklind og muna það að hérna eigum við að stafna því að vera með friðsæl bíður ljós og ljóð svo langt frá heimsins víga slóð eins og það stendur og hérna ef menn hefðu átt að segja á því að þeir eru að draga heimsins víga slóð inn til Íslands með þessu aðtæri sinni. Nú vitum við það hérna Valdimar að hvernig ná fjármagna þessa byggingu að hluta. Nú Reykjavíkurborg búin að gefa þessa lóð sem ég segja hún sé upp á 200-300 milljónir, ég veit ekki það. Eitthvað svoleiðis. Nú síðan hún kosti okkur meira. Já, sendiherra hérna Sádi-Arabíu á Íslandi sem hefur aðsetur í Skandinavíu, hann kom til á fund forsetans og var að afhenda trúnaðarbréf sitt. Þar kom fram hjá honum að þeir ætluðu að styðja þessa moskubyggingu og það $1 million í það til að byrja með vantarlega. Þá við vitum þessa fjármögnun og þá spurningin, það náttúrulega Sáta, þá munar ekkert það að leggja $2-3 milljónir í viðbót í þetta, skil. Nei, það ekki vandamál, en sko, þetta náttúrulega mjög mikilvægt fyrir jihad í heiminum, þá baráttu, það stríð sem í gangi við að ná heiminum undir Íslam, og sjarjalög, það náttúrulega einhver peningar með við það sem þeir að leggja fram í því skyni, Sátarnir og Katarbúarnir og allir þessir hörðustu og ríkustu útbreiðslu menn Íslam í heiminum, þeir ætla sér að ná heiminum undir Íslam, það er bara undir sjarjalög og það er mjög alvarlegt mál þegar íslenski stjórnmálamenn gangast inn á þetta jihad og þetta svo, vegna þess að þetta ekki ásetningu þeirra, þeir skilja ekki hvað þeir eru að gera, þeir eru kjánar, þessi menn í borgarstjórn Reykjavíkur, þeir eru bara illa upplýstir kjánar. Það verður bara, ég þori að fullir það sé þannig, en ef þeir væru það ekki, ef þeir vissu hvað þeir eru að gera, þá myndi ég kalla það landráðamenn. Á dögum kaldastríðsins hér á Íslandi þá var friðarhreyfingin nokkuð fjölmenn. Já. Og það voru svona aðalega þeir sem töldu sig vera til vinstri stjórnmálum, það voru líka fleiri, það voru bara fólk svona sem vildi bara aðhyldist friðarstefnu. Og það var vel að gagnrýna hér herstöðun á Miðnesheiði og svo framvegis og það var gert á þeim grundvelli að við ættum að vera að standa utan með öll hernaðarbandalög og utan allt ofbeld, þú varst að vísa í ljóðinnar Huldu í því samhengi. En sko, hvað þetta fólk núna? Þetta fólk hlýtur að fylgjast með. Hvað þetta fólk? Akkur kemur þetta fólk og segir, já, sko, við höfum svo sem ekkert að móti Íslam með múslima, við viljum bara ekkert fá þetta hinga vegna þess að það skapar mikla áhættu af hugsanlegu ofbeldi í framtíðinni. Það ekkert óeðlilegt þó að þeir varpi fram þessu viðhorfi. Það er alveg gefið að það verða hér unnin voðaverk í nafni þessara. Já, en af hverju þessi friðarsinna? Hvað kom varðum þá? Af því að þessi friðarsinna sem voru á sínum tíma, þeir voru fyrst og fremst vinstrimenn sem vildu vinna gegn NATO vegna þess að þeir vildu íta undir útbreiðslu. Þeir voru þá ekki friðarsinna? Nei, þeir voru ekki friðarsinna. Þeir voru fyrst og fremst menn sem vildu íta undir útbreiðslu alheimskommunismans. Þeir menn trúðu á alheimskommunisman. Ekki allir? Nei. En þeir sem stýrðu þessu kannski? Þeir sem stýrðu þessu og þeirra menn voru að heimta frið, að við færum úr Atlantshafsbandalaginu, þá voru þeir ekki setja samskona kröfur á Varsjárbandalaginu og það var aldrei gerðar kröfur til þess að Rússar og Sovjetríkin og Varsjárbandalagið stæðist siðferðilega kröfur, en þær voru gerðar þeim stífari á Vesturvöldin og Vesturvöldin talið allt í forróttu meðan að hinn voru afsakaðir endalist og það það sama sem að gerast núna. Þetta sama fólkið, Pétur. Þetta sama fólkið vinstri menn og þessir undansláttarmenn gagnvart Ísland, þetta sama tegundin af fólki. En það mjög sérkennilegt. Það mjög sérkennilegt. Það mjög sérkennilegt vegna þess að fyrst töldu sig vera friðarsinna, einhverjir þeirra hafi verið það. Síðan náttúrulega þegar að menn kynna sér þetta í raun og veru bara með því að fylgjast með stjórnmálum á alheimsvísu og kynna sér svona eitthvað þetta í þessum löndum, í þessum 55-6 löndum eða hvernig sé það
þá það svo sláandi að hér svo augljósa það sem þeir myndu kalla vinstraliði gamla augljósa afturhaldsstefnu í öllu málum, sérstaklega gagnvart konum, en það eins og þeir sko bara faðmi þessa stefnu einhver síður og segi það má alls ekki gagnrýna þetta. Sko þetta mjög einkennilegt þetta mjög einkennilegt og það svolítið skrítið en það samt alveg að skýra út, það tekur svolítið lengur langa tíma kannski líka til við fara út í það hérna en það alveg greinilegt samband á milli þess að vera vinstri sinnaður í stjórnmálum og vera undarsláttum maður gagnvart íslam og það hægt að sko, þetta svo skild hugmyndafræði menn halda að íslam sé fyrst og fremst trúarbrögð en íslam fyrst og fremst alræðiskerfi til þess að stjórna veraldlegu málefnum en vilja slíkt stjórnafar Kóranin lögbók alla í veraldlegu málefnum fyrst og fremst og menn eigi ekki gleyma þessu þetta svo náskilt nasismannum, fasismannum, kommunismannum og íslam það svo náskilt að það kemur við sömu hjartataugar í þessum en akkur eftir gömlu vinstrimennir að vilja samfélag sem byggð á það sem þeir hefðu nú kallað í gamla dag afturhaldssömum grundvelli að öllu leyti af því þeir eru afturhaldsmennir það bara hlægilegt að kalla hægri sinnað afturhaldsmenn við erum þessi progressífu í raun og veru nema bara að vera progressífur alveg skammarirði þannig við getum ekki notað lengur okkur sjálfa við sem trúum á einstaklingin og rétt hans við erum hinni progressífu þeir sem að trúa á kommunismann og fasismann og íslam og svona það eru hinni raunverulegu íhaldsmenn og hinni raunverulegu afturhaldssinnar þannig að þeir í raun og veru vilja fara aftur til fortíðar í mörgum málum snert á þjóðfélagi en svo það líka svo ótrúlegt Pétur að það búið að upplýsa þessa menn allt milli heims og jarðar varðandi íslam en þeir eru ekki móttækilegi fyrir rökum Það til dæmis Erdogan forseti Tyrklands sem nú ekki talin einn vola vondum maður eða út vinstri sinnaður en við hægri menn eru hann aðhyllist kapitalisma hann gerir það hann hefur verið mjög hlynntur því og hans stjórn og þeir sem eru með hann ríkisstjórn þeir hafa staðið sig mjög vel í efnahagsmálum við skulum ekki fara út í langar umræður Erdogan því það tekur langa tíma frá okkur en Erdogan forseti Tyrklands hann segir Moskvurnar eru herskálar okkar hvelfingarnir eru hjálmar okkar bænaturnarnir eru byssustingir og hinni trúræknu eru hermenn okkar þannig lítur hann á Moskvu og maður eru bara Moskur og maður sagði hann þetta eftir að hann var forseti og forsetisráðherra? Nei, hann sagði þetta ekki hann sagði þetta áður en þetta var en hann myndi ekki taka þessu orð tilbaka núna hann til dæmis segir það ekkert sem heitir islamisti það ekkert sem heitir öfgafullt íslam það bara til íslam og það það sama íslam og ISIS að praktisera en það eru margir miklu róttækar en hann Já, en hann alveg nógu róttækur hann alveg nógu róttækur og við skulum ekki gleyma því Pétur að það sem verið áfara að byggja hérna ekki tilbeiðsluhús þetta Moska skólu, dómstóll, æfingarstöð, samkomuhús hún í raun og veru vígi fyrir islamista til þess að herja á þetta samfélag sem við höfum komið okkur upp og Hulda dreymdi það að yrði svo langt frá heimsins vígaslóð og hún dreymdi það að eilvísi þín gæfa tryggð og allt grimt frá þinni ströndu styggð og stöðut allt þitt ráð þetta ekki stöðut ráð sem við erum að hafast núna að hleypa inn þessu öfgafólki sem en þú spáir því nú mun þessi Moska rísa væntanlega næsta ári ég veit ekki hvað lengi að byggja þetta tekur kannski 1 ár maður vonar það að það sé að stoppa þennan skelfilega atburð þetta skelfilega verknað á þeirri forsöndu þeir megi ekki fá fé til landsins til þessara starfsemi en þá segja þeir bara það eru einhverjir sjóðir úti sem greiða þetta en minnast ekki á Sádi-Arabíu þó að það þeir hafi lýst því yfir að þeir allar fjármagna því að þetta geta múslimar á Íslandi sem ekki fjármagna þessa byggingu þetta dýr bygging
Það alveg frálegt að þeir geri það. Þetta er það lítið söfnur, þetta upp á söfnur sem að það... Já, þeir hafi búið ekki við neina sjóðum til þess. Upp á 600 manns, þeir byggja ekki svona sko. En þó það sé kannski 1500-3000 múslima þegar orðnur í Íslandi og það sem að ég líka vek athygli á og það sem við verðum að skulum ekki gleyma. Núna streyma erlendir ferðamenn til landsins og við teljum okkur hag í því að fá þá og við teljum að það sé mikilsvert að fá fleiri stöðun undir okkar efnahagslífs og túrismin er orðin sterkar í gjaldeyrisöflun heldur en sjávarútvegurinn sem er náttúrulega alveg ótrúlegt en þannig er það vist. Já. Og þessi túrista, þeir koma til landsins kannski vegna þess að nú er ekki lengur gaman að fara til þeirra landa þar sem þeir geta átt að vona á bara hryllingi við næsta götthótt. Bara núna í vikunni þá var stúlka í Róm að skoða Kolosseum og allt í einu gripin og það settu hnífur á hálsinn á henni og einhver villisingur öskar Allahu Akbar og allar að skera hann á háls. Já. Það var nú hægt að forða því í þetta skipti en það verið að drepa menn út alla Evrópu. Ég veit ekki það hvernig það verið í París og London og Kaupmannahöfn og allstaðar og það verið að nauðga stúlkum í nafni að þetta fólk ber ekki virðingu fyrir lífi og mannréttindum En þú meinar það ekki muslimar og brenga virðingu fyrir konum. En meða við þetta að þú spáir því að ef þessi moskari sem að bendir nú allt til þess þá komi fleiri hingað, fleiri múslimar til Íslands og þeir munu að fá meiri áhrif og þessir flokkar svona sem kalla sig til vinstri munu styðja þetta allt saman og mæla með því og íta undir þetta. Já, af því þetta eru menn sem ekki kynna sér málin. En mun okkur bandmæla þessu? Hvað mun hinir flokkarnir gera? Þá mun þeir ekki bara segja, já við getum ekki gert það, við verðum sakaður að vera einhvers konar... Auðmýkjaskapur sjálfstæðismanna í Borgarstjórn Reykjavík hvað fílíkur og þeir sátu hjá. Já. Og það var náttúrulega alveg með eindæmum auðmikilegt og því miður get ég ekki resaðum að því ég kýsi Mosfellsbæ en það getur nú vel verið að þeir fáið Moskvu í Mosfellsbæ í framtíðinni. Já, þá flytt ég það en sko það sem ég var að tala túristana þeir koma kannski vegna þess að er friður og er ró og þurfa ekki óttast eitt eða neitt leið og það er risin ábyrjandi á Moska í andiri Reykjavíkur í innkyslu Reykjavíkur mest áberandi stað þá fer nú kannski að fara svolítið ýmsa sem að segja nei ætlum við nokkuð að fara þangað ætlum við ekki bara að sleppa því ef við ekki bara fara eitthvað annað þar sem að ekki til Reykjavíkur þar er Moskva, það getum við átt vona öllum áskotan og það sem að sko menn út alla Evrópu er að vakna upp í vondan draum það að meðan að múslimar eru fáir í samfélaginu, þá er engin hætt að þeim, þá eru þeir friðsælir og þá eru þeir ekki með hver að ganga og við erum ennþá því stigi. Þeir eru friðsamir á Íslandi, en þetta breytist og það er alltaf nákvæmlega sama munstrið og hefur verið í 14 aldir, Pétur. Það breytist, þeirra hegðum breytist eftir því hvað þeir verða stórt hlutfall af heildarfjöldunum. Og það er, mér að ég með fyrir fram mig að blaði samantekt það hvernig það breytist undir 2% rólegt og þægilegt, milli 2 og 5% þá byrjaðir að reyna að fá menn yfir í sína ræðir, sérstaklega í fangelsónum og vandraða fólk á gödunum það eru þeirra aðal fólk sem að stendur svona félagslega mjög illa hefur lent í eitulöfjum og er ræfislegt og hefur ekki mikla burði til þess að standa á eigin fótum ekki mikið viðnámsþrótt og síðan sko þegar þið verða yfir 5% þá byrjar alls konar kröfur halal mat og það verður að taka sérsta tillit til þeirra og þeir verða brjálaðir ef þið fá ekki sitt fram og það byrjar að kveiki í bílum og það verður allt vitlaust ef einhver dirfist að segja eitthvað og það er farið að drepa mann og annan í rasiríi yfir því að það skuli ekki vera tekið tillit til þeirra helgu mannréttinda eða þeirra helgu réttinda sem brjálaðir múslimar og síðan bara versnar og þegar það er komið í 10% þá djöðlaus og þannig að þegar menn er að svona spekuluði að nei, Íslam er ekki svo slemt, ég þekki ágæta múslima auðvitað þekki allir ágæta múslima ég þekki ágæta múslima og múslimar eru bara fólk eins og allir aðrir en þeir breytast þegar þeir koma margir saman
og það staðreynd. En þeir eru konur upp í 10% faraðir ekki, eru þeir ekki ákveðnum svæðum í ákveðnum borgarkerfum? Þannig að þeir geta stjórnað ákveðnum borgarkerfum? Þá heimtaðir sín eigin skóla? Já, þá heimtaðir skóla, þá heimtaðir sín eigin sérjadómstúl. Ótrúlega satt, en í Evrópu, í Bretlandi eru 100 sérjadómstúl. Já, í London. Já, og í London. Og þar er til dæmis Finsbury Park hérna Morskunni, þar hefur komið ljós að þeir hafa gemt vopn og þar hafa menn verið að þjálfa hérna skæruliða til þess að ráðast á almenna borgara. Þetta er alveg með ólíkindum og þetta sama mun auðvitað gerast hérna. Við verðum, það er ekkert Íslandi sem breytir því að það verði ekki sama munstrið þegar framlíða stundir eins og þannig að þá getum við sagt við Dag Eggertsson og hans nota og þannig fyndna mann sem mann ekki lengur hvað heitir Gnarr eða eitthvað svona. Jón Gnarr og þá getum við sagt við þessa menn kæru þakkir Jón Gnarr og hérna viljið ekki standa upp og neyja ykkur. En það er spurningin með þessa einstaklinga sem ganga til liðs við þessa hreyfingu, þessa trúarhreyfingu. Nú er það þannig að það er hérna mjög auðug ríki, þannig að Sádi-Arabía, Persaflóaríkin, Kúvait, Katar og öll þessi ríki. Og þeir eru að gera sig gildandi á alþjóðlega sviðum og mörgum sviðum. Og hérna getur ekki fór að fara við kannski vitum það ekki beinast en er ekki líklegt að einhverju sjá hagsinn í því að gerast múslim og taka upp einhver peningatengst þarna við þessa aðila á svo mörgum sviðum. Gæti ekki íslenskur kaupsýslumaður eða íslendingur sem að kannski tekur múslim og hann bara lítur svo á, já hann fer að heimsækja þá í Sádi-Arabíu eða einhver staðar hann á svæðunni til Katar og þeir eru að taka á móti honum og hann getur bent á ýmislegt sem hægt að breyta og hægt að nota fjármagn í það, kannski ekkert svo mikið fjármagn og þá er þetta bara orðið atvinnu hagsmunir og fjárhagslegir hagsmunir fyrir viðkomandi aðila. Hvað segir þú þetta? Já, alveg, þetta bara liggur í augum uppi að þetta mun gerast líka. Þetta liggur í augum uppi og þetta með gerast, það er alveg svo menn eru kommunisma til þess að geta fengið engalífu því að versla með einhverja bíla í Evrópu og geta flutt inn eitthvað steipustifta frá Austurögu. En þetta er miklu magnara heldur en gamla kommunista tekst fjárhagslega því þannig erum að tala sko stórauðu ríki sem eiga sko aðganga svo miklu lausafé og fjármagni að það er ekkert sambærilegt við það sem var að gerast hér áður. Þetta er alveg augljóst, Pétur. Þetta mun hafa áhrif vegna þess að efnishyggjumaðurinn sem að hefur kannski eitthvað sérstaka trú og bara lítur svo á að þarna sé tækifæri tækifæri fyrir enda hvernig heldur það hefur gerst að svona lönd eins og Tyrkland vagga kristninnar var 97% múslimsk þar sem að þetta er vagga kristninnar þarna voru þeir allir þeir helstu framamenn kristninnar. Postuli var þarna mjög við og Maria May hún endaði sína daga í Tyrklandi og bref Páls Postulur það kendar við borgi þarna í litla Asíu þarna var bara kristnin hún átti og þetta var gríska heimsveldið bysantinska heimsveldið þar sem að grísk menning, heimspeki og kristni þetta var alltaf blandaði saman í þennan koktel sem er okkar menning í dag í raun og veru og hvernig óskopunum gerðist það þessi merka og ríka menning sem að var svo reyndist svo vel, hvernig óskopunum stóð á því að þessi góða menning breyttist í þetta helvíti hvernig gerðist það? Það gerðist vegna þess að menn höfðu hagað því að missa ekki hausinn og menn héldu ekki til trúna þegar það var annars vegar að þurfa að borga sérstakar skatt. Já, þurftu að borga hærri skatta. Já, þurftu að borga dissía, svo kallan dissía. Ekkert jafnrétti þar. Nei, og ekkert jafnrétti þar og ekki bara það heldur urðu líka að taka sér stöðu sem annarflokks borgari og það er svo dimmi kerfið sem sem er ennþá í líði víða í hinum múslimska heimi en nýlenduveldin þau afnámu þetta þegar þau náðu tökum á þessum löndum á sínum tíma en það er að spretta tilbaka og þetta er alltaf að verða verra og verra. Nýlendu tíminn var besti tíminn í þessu löndum síðan fyrir daga Íslam. Ef við lítum til dæmis til Danmerkur, það er til dæmis í ákveðnum svæðum í skólum, það er múslimakonur í meirihluta og þá stjórna þeir matseðlinum
í Danmörku, það nú svínaframleiðslan hvað mest og þegar þeir eru gagnrýndir fyrir það, þá segja það lýðræði. Það að segja það lýðræði þegar að þeir þurfi ekki að fara eftir því sem minnihlutin vil, en þeir gera aðra kröfur þegar meðan að þeir eru minnihluta. Þetta er bara hörmulegt að vera að fá þetta inn í okkar samfélag, þetta góða samfélag sem við eigum hérna og við hefðum getað haldið áfram sem fyrirmyndarsamfélagi, því að Ísland er það. Ísland er fyrirmyndarsamfélag. Við getum rifist allt milli himins og jarðar, en Ísland er fyrirmyndarsamfélag. Við höfum ekki gleyma því. Þið eru að hlusta útvarp sögu síðdegisþáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Valdimar Jóhannesson, fyrirverandi blaðamaður, og við ætlum núna að fá auglýsingar og taka auglýsingarhlé og svo höldum við áfram umræðinu eftir það. Útvarp saga í Húnavatnssýslu, FM 103,7. Allt innifalið með öllum okkar legsteinum. Takmarkað magn í boði, góð þjónusta, betri verð. Sjá nánar á granithöllin.is. Granithöllin Legsteinar, Bæjarhrauni Hafnarfirði. Vítamínin frá Ein á dag koma heilsun í lag. Ein á dag fæst í næsta apóteki. Aðalverkstæðið tilkynnir. Sinntu Hyundai-bílnum þínum. Láttu aðalverkstæðið fara yfir bílinn. Fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæðið, Malarhöfða 2, sími 577 40 04. Eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum og húðum. Hellurnar verða sem nýjar. Hellurhreinsun.is, sími 775 60 80 775 60 80. Krossgátu unnendur. Keppni krossgátu drottningu ársins 2016 er hafin. Heimilis krossgátur. Frá Laxdal Laugavegi, stórútsala í fullum gangi. Nú enn meiri afsláttur, 40-50% afsláttur. Sumar yfirhafnir, sparidress, peysur, bólir, buxur, Franklíman, glæsikjólar og margt fleira. Nú er tækifærið að kaupa gæðamerkjavöru á góðu verði. Laxdal Laugavegi, sígild dömubúð. Regenovex, hentar öllum sem leitað bættri heilsu. Regenovex, náttúruleg lausn við liðverkjum. Hjá Dóra í Mjódd, alvöru matur fyrir alvöru fólk. Við elskum að elda á meðan aðri vinna. 8 réttir í hádeginu og kvöldin. Hjá Dóra í Mjódd. Vinsælu naglalökkin á Íslandi eru litlu depend naglalökkin, fáanlegi 80 litum. Til að styrkja þínar eigin neglur notaðu þá Trind naglastyrkin, apótekin og snyrtivöruverslanir. Útsalan í fullum gangi, mikið úrval af fallegum fötum, tískuvöruverslunin Stóra Stelpur, Hverfisgötu 105. Kindurnar mættar, fundið fé á næsta sölustað. Happaþrennan, skemmtilegt að skafa. Útvarp saga á Húsavík, FM 103,0. Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og í þessum síðdegisþætti er ég að ræða við Valdimar Jóhannesson, fyrirverandi blaðamann, og hann er líka að blogga. Valdimar, nú höfum við hér á sögu rætt það hvers vegna stendur á því að í þessum varðandi þennan mikla flóttamanna vanda sem er í Miðausturlöndum, að þá skuli ekki ríku ríkin, það er að segja Persaflóaríkin, Kúvait, Katar og öll þessi ríki og sátarnir taka að sér að hjálpa þessum, ef ekki að segja meðbræðrum sínum. Þetta er sama tungumál, þeir tala arabísku, þeir aðeins sömu trú, þeir hafa nægilega fjármuni, sátarnir og hinnir. Af hverju gera þetta ekki í staðan fyrir að ætlast til þess að Svíar taki ekki 100.000, mér skilst að það sé ætlast til þess að Svíarnir taki 200.000 flóttamenn. Hvernig ósköpunum stendur það? Já, og Svíar láta það gerast. Það er verið að eyðileggja Svíþjóð og hún mun sennilega verða anstekilasta land Evrópu þegar framlið. Já, en þetta með ríkuríkin þarna í fyrsta lagi, það er engin mannúð í einum íslenska heimi. Það er fyrirbæri sem það er hugtak sem þeir skilja ekki og hafa einhvern áhuga á.
Nú, í öðru lagi... Ekki gagnvart sínu meðbræðurum og trúbræðurum? Nei, það er ekki til. Þeir hafa ekki þessa mannúð. Hún er ekki til. Nú, í öðru lagi, þá eru að mörguleiti ósk þeirra að það flæði sem flestir inn í Evrópu til þess að ná Evrópu undir Íslam með þessum hætti. Gaddafi, sá fíni herra í Líbíu, sem var nú slæmur en var nú samt skárri kostur heldur allt annað. Sorglegt hann skulle vera dauður. Já, sorglegt hann skulle vera dauður á mörguleiti og Saddam Hussein. Já, og þessi anstíkilegu gæjar, þeir voru skárri kosturinn heldur þar sem við finnum heldur upplausnin og stjórnleysin. Já. En sko, þeir vilja þessir menn, altså íslamistarnir, jihadistarnir, menn sem vilja ná ISIS-liðið og Al-Qaida og allt þetta múslimskara bræðarlagið sem er upphafið og endir á þessu öllu saman. Það er múslimskara bræðarlagið sem er örugglega til á Íslandi og hefur sína anga hér eins út allan heim. Þeir ætla sér að ná heiminum undir Íslam og ein leiðin að því er það að ýta nóga mörgum múslimum inn í Evrópu og neyða Evrópu til þess að taka þetta fólk inn til okkar og þeir síðan verði svo kölluð sellur inn í Evrópu til þess að breiða út Íslam og til þess að ná Evrópu undir Íslam og það mun gerast, Pétur, með sama áframaldi og það er að gerast bara fyrir framan augun okkur að Evrópa, hún er að breytast úr því að vera vestrænt, kristilegt samfélag. Og breytist bara í þróunaríki með tíman? Já, breytist í íslamst upplausnaríki í framtíðinni og það sem er sko að jafnvel sko þeir sem eru trúlausir, þeir eru kristni trúlausengjar. Ég er sjálfur trúlaus maður en ég er mjög kristinn og ég er mjög hlynntur kirkjunni, ég er mjög hlynntur kristninni að því hún er svo heppileg og svo góð, hefur svo góð áhrif á þetta samfélag. Umhverfið þitt var kristileg menning. Já, umhverfið mitt og ég er kristinn trúlausengi. Það má ég segja það sko. Og eins og kannski meiri hlutin. Já, en þetta fólk er ekki kristnir trúlausengjar, þetta eru muslimar, og það sem verra er sko að langflestir er að þeir vita ekkert hvað Íslam snýst. Mádavi sem er frægasti þekktasti sérfræðingur Íslam á síðustu öld Pakistani, hann sagði að í raun og veru eru aðeins 0,001% af muslimir sem vita í raun og veru hvað Íslam snýst. Þeir vita það ekki, þeir eru ekkert að lesa Kóran. Nei, þeir eru ekkert að lesa Kóran, þetta er bara þeirra menning og þeir þylja upp menn sem kunni ekki arabísku, þeir eru að þylja upp eins og galdraþulur einhver versúr og eru með bænamottuna og eru með bænamottu og eru að slá hausnum í gólfið en vita í raun og veru ekkert hvað þetta snýst og þetta er bara lífsmáti en þeir eru nógu gamli til þess að vita að ef það er eitthvað sem er þeim anstætt að grípa þá til öskurs og láta og djöfulskapar. Það er athyglisvert að fólki kemur þarna, það er frá Sýrlandi og svo Írak og þessu svæði öllu, þar koma náttúrulega margir, svo er að koma jafnvel frá Afganistan, en það er athyglisvert varðandi Afríku, þá koma flóttamenn frá múslimskum ríkjum í Afríku. Það er Sómalía, Senegal og Nígería. Þú gefstu því. Þannig að þegar þú talar um það, þeir mæli með því og skipulegi þetta, að tala með ISIS sendi sitt fólk líka hérna með þessu, að þá finnst þér það ekki athyglisvert að það eru fyrst og fremst múslimsk ríki í Afríku, það er vísu nokkuð mörg múslimsk ríki þar, það er rétt, en þau eru að senda flottamenn. En þetta er sko, það er náttúrulega algjör upplaust til þessu Sómalíu, það stendur ekki steinn við steini. Ég var reyndar að klára að lesa aftur bók Ayaan Hirsi Ali sem heitir Frelsi á íslensku, frjáls og ég held, mér finnst það allir ætti að lesa. Þetta er kona sem er frá Sómalíu og hún lýsir sinni vegferð í gegnum og hún var mjög ákafur muslimi, hún var gekk mjög mikið uppi trúnni sem ung kona
og hún lýsir því mjög vel hvernig að smá saman opnust augu hennar, hún greind og klár og hugrekk og dugleg og lét ekki hlutina ganga. Hún var í Hollandi en hún komin yfir til Bandaríkjanna. Já, hún fekk sko, þetta ótrúlega saga, hún var á flótta undan hjónabandi sem að hún var nett til þess að fara í og var á leiðinni til Kanada til þess að hitta þann mann sem hún átti að giftast og flúði frá Þýskalandi til Hollands og fekk stöðu flóttamanns en laug til nafn sitt og laug til aldur sinn og Hvað gerði þú? Já, hún gerði það vegna þess að hún vildi ekki láta ættingina, því ættinginar eru allstaðar. Það er mjög í ætta samfélag. Hún vildi ekki láta ættingina komast að því hver hún væri til að fá frið fyrir þeim og hún síðan með gáfum og greind og dugnaði þá vinnur hún sig upp og gerist og klárast stúdentspróf og gerist félagsráðgjafi og túlkur og klára síðan háskólanám í Leiden í stjórnmálafræði og gerir síðan bara þingmaður á hollenska þinginu og þegar hún búin að vera það 2 ár í þinginu þá pólitíska rostur og innanríkisráðherra hann notar tækifærið og gerir hann brottarækja tekur af henni hollenska borgarréttindi sem hann búin að fá og út af því hún hefði logið til nafn Já, hann notar sem þá átilla kannski. Já, það er svona virðist vera. Það er einhver logið sig að til ábygginu. Þeir eru ekki allir, það er svo pólitíkar sem eru ekki allir plottir í en hún sem sagt hröklar til Bandaríkjanna og þeir hafa tekið á mótinu. Og þeir tók á mótinu, hún vinnur í Washington og er mjög afgerandi í Það er merkilegt að hollendingarnir hafi verið svona Já, en þú veist að hún gerði mynd sem hét Submission eða Undirgefni með Theo van Gogh. Já, hann var nú myrtur. Og hann var myrtur eftir þá mynd og hann var myrtur með þeim hætti að hann var skotinn en síðan var hann skorinn á háls og síðan var tekinn rýtingur og stungið með bréf í brjóstuðunum og í bréfunum var hótunum það að hún var í næst og síðan var hún svo undir mjög ströngu eftirliti þar til að þeir losu sig við hana með því að upplýsi það að hún hafði logið til sem hann hafði reyndar alltaf sagt frá sjálf og þessi saga hún þannig að það lætt að skilda Dag Sigurðsson og þannig Jón Gnarr og álíka slíka fósa til þess að lesa þessa bók af því að þá geta þeir ekki lengur neitað staðrendum og þeir ættu líka að sjá sóma sinni því að vita hvað þeir eru að fjalla en ekki fjalla málun eins og hreinir fábjánar. Og það gerður þeir útlutar þessari Moskvu. En getur verið þetta fólk sem að vill að þetta fólk komið til Vesturlanda að þá halda þeir að þessi múslimar muni bara kasta trúnni og gerast bara svona venjulegt efnisíkju fólk þeim trúa því kannski. Já, það er ekki reynslan og menn eiga náttúrulega lítið á reynslan er svo að fyrstu flottamenni sem koma þeir eru yfirleitt fegnir að hafa komist úr helvítinu sem þau voru í og mjög margir og að leita að betra lífi í raun og veru og sumir vinna því nánast enginn þeirra vinnur samt sko það er 80% atvinnuleysi. Er það svona hátt hlut? Það segja þeir sjálfir og þau viðkenna sjálfur. Finnst þið kannski niðurlega þetta að vinna? Já, sko, þetta yfir alla Evrópu, ég að tala alla Evrópu. Það er ekki alveg svefnátt í Bretlandi, þar 50% af muslimum sem eru, af muslimskum karlmönnum og 78% af konum sem eru atvinnulausir. Það er nú heima með börninu. Já, þær bara vinna ekki og eru bara á framfærslu ríkisins og eru kannski 1/4 konum, þó að fjölkvæni sé bannað í Bretlandi, þá er það bara samt framkvæmt með þeim þeirra eigin. En það er svolítið athyglisvert að þegar við erum að tala lögin, þegar það kemur þetta fjölkvæni eða innflytjandi er ólöglegur, það er eins og lögin býta ekki lengur. Nei, menna hver gagvart þessu fólk? Já, þeir eru skildir þeir skilja á pappírunum, þeir fyrst giftatir einnig og svo skilja eru henn á pappírunum en þau eru samt sem á hjón gagvart alla og síðan giftast þeir aftur og þau skilja og þau eru samt áfram hjón gagvart alla og hann giftist kannski 3. og 4. skiptið því hann má eiga 4 konur og allar þessar einstæðu konur sem að eiga eitthvað fjölda barna eru komnir á framfærslu ríkisins og það er kannski einn maður með 4 konur og 3 af þeim eru á framfærslu ríkisins og síðan er hinn raunverulega eiginkona samkvæmt breskun lögum og hann líka á framfærslu ríkisins
og þetta eru óheyrilegar uppæði sem þetta fólk nær til sig með þessum hætti og þetta mun líka gerast hérna. Það er engin vafi. Akkur skildi þetta verða öðruvísi hér heldur en það er allstaðar annars þar. Þetta fólk mun fylla fangelsin, það mun verða stór hluti af viðfangsefni lögreglunar. Þetta er bara reynslan og þetta er það sem að Dagur Eggertsson, ég sagði Sigurðsson áðan, ég mátti Dagur Eggertsson og Jóngnar og þessir fósar eru að kalla yfir þjóðina. Og það á að segja þetta hátt og skýrt og þeir eiga að vita hvað þeir eru að gera. Nú, það sem var að gerast á síðasta sólarhring var að stórveldin, Bandaríkin, Kína, Rússland, Bretland, Þýskaland og Frakland voru að gera samning það að við Íran sem hefur nú vakið mikla athygli og Ísrael er mjög mikið á móti þessu samningi en sem felst meðal annars í því að leggja af viðskiptaþvinganir gagnvart þessari þjóð. Já. Þetta er mjög fjölmenn þjóð, verður sjálfsagt rík og er það að mörgu leyti, þetta eru ekki arabar, þetta eru indóevrusk þjóð. Hvað segir þetta þennan samning? Hvernig líst þér hann? Mér líst hræðilega hann. Akkur er? Af því að í fyrsta lagi er þetta samningu sem að gerir það verkum að þessa þjóðu, þessi 5+1 og Sameinuðu þjóðirnar eða eftirlits aðila sem eiga fylgjast með kjarnorku uppbyggingu geta mjög lítið fylgst með. Íranir halda nánast öllu sem þeir höfðu áður, þeir mega halda 5.000 skiljum sem halda áfram að auðga úran, þeir mega bara ekki fara upp að vissu marki. Það var að gert að skilyrði í upphafi samræðina, það myndi aldrei að gera samningu nema að það væri algjörlega frjálst aðkoma eftirlitsaðila til þess að fylgjast með því þeir væru að halda samningin en þessi aðkoma er ekki frjáls. Það getur tekið Þú meina eftirliti verður báborið? Verður mjög báborið, það tekur marga vikur og þetta virðist vera, ég held og ég fullyrði það að ég er ekki einn þá skoðun að heimurinn hefur fæst nær ragnarökum með þessum samningi heldur en það var fyrir. Og það eru ragnarök og þeir að svo 12 ímams trúar síja múslimar þeir trúa á 12 ímaminn hafi falið sig í brunni síðan á 9. öld, snemma á 9. öld. Og er hann þar ennþá? Já, hann leið og hann er búin að vera í þeirri fjölum. Sunni múslimarnir drápu alla hinna og þessi síðasti, hann komst hjá því að vera drepinn og þetta er afkomendur hans. Alla. Nei, hérna Múhameðs og hans fjölskyldu og þessi 12 ímami, hann mun koma upp á brunnum þegar að búið er að koma heiminum í allsherjar upplausn og það er eftirsóknarvert að koma heiminum í allsherjar upplausn og helst að það drepist svona nánast allir í mannkyninu, þá með þessi 12 ímami kom upp á brunnunum og mun vera leiðtogi síjamúslima í því að ná heiminum undir sig og síðan mun heimurinn rís upp grænn og fagur þegar að nánast allir eru allt óaskillega liðið í heiminum er dautt og brennt og stygt. Og þetta hljómar, Pétur, ég veit að þú horfir á mig og spyr, er Valdimar brjálaður? Hvernig þetta huga að koma ég sagði það nú ekki Valdimar ég sá það í augunum ég bara hlustaði ég hef nokkuð heyrt þetta áður en þetta er fúlast alvara en heldur þið að fólki í Íran trúi þessu? Nei, en þessi stjórna að svo Ahmadinejad, þú mást eftir honum hann er nú ekki lengur hann var kosin í lýðræðislegum kosning já, en hann bara listi því yfir og hann ætlaði mér að segja að hann veit nokkurn veginn hvar brunnurinn er og hann ætlaði að fara og bíða við brunnum þegar ímaminn sprett upp brunnum og hann taldi Ahmadinejad sagði það aftur og aftur tíminn er að koma nú erum við að ná þessu og hluti af þeirri áætlun var það að koma kjarnorkusprengju og hann lýsti því yfir eyðum Bandaríkjunum og eyðum fyrst litla Satan sem er Ísrael sprengjum það á kortinu
og síðan eyðum við Stóra Satan og það sem ótrúlegt að Barack Hussein Obama hann að semja við en hann gerði geitt, það voru 5 önnur stórveldi sem tóku þátt þau voru 5+1 5 önnur, 5+1 og en sko eina vonin núna það að bandaríska þingi muni hafna þessu þeir þurfa 2/3 hluta, þeir þurfa aukin meira hluta þeir ná því ekki Já, þetta svo skelfilega. Í báðu deildum, bæði fulltrúadeildinni og öldungadeildinni, það að segja 3+1. 3+1. Já, þeir þurfa að fá þá 34 í öldungaráðinu. Já, og svo náttúrulega varaforsetinn, hann yfir öldungadeildinni, hann satt hvað getur skipt máli, hugsanlega, og svo 1/3 af þessum hvað... Nei, 2/3. 2/3, já. 2/3, ekki 1/3. Nei, sko, Barack Obama þarf ekki að fá nema 34. Nei, þá getur hann sko til að koma í veg fyrir að þeir nekki þessu neitun hans ef hann neitar að skrifa upp á lögin Það gjörsamlega óskiljulegt fyrir nokkurn mann sem hefur fylgst með þessu að skilja það hvernig óskopunum stendur á því að menn skrifa undir þetta En förum svolítið í þetta og ég vona það að það sé eitthvað annað sem að við ekki fáum að vita sem þarna en eins og þetta hljómar eins og það sem hefur spurst út samningin og það nú heilmikið spurst út hann að þá hljómar þetta eins og óðsmannsæði En ef engin samningur gerður við tökum þetta þá fara þeir og framleiða og hanna sín vopn eftir sem áður Jú, en sko það sem þeir fá með samningnum þeir fengu til dæmis 100 milljarða dollara Já, eftir ákveðin tíma Nei, fá hann bara strax Já, leið og búið að skrifa undir samningin þá fá þeir En hvað á að gera? Og veistu hvað 100 milljarðir dollara mikið það eru 50 sinnum íslensku fjárlögin það eru fjárlögin frá því núna langt fram eftir þessar öld og þessi peningar hvert heldur við fari? Og þetta var frist, þeir áttu þessar peningar Já, þetta var frist og þetta var peningar sem þeir ekki hafði aðgangað Þeir fá leyfi til þess að þeir geta hafið verslun með oljuna og ég veit það að það eru mjög margir meira sér á Íslandi sem eru svo skamsýnir að þeir ímynda sér það að það sé gott fyrir okkur en þess að nú lækkar olíuverðið Já, það segja menn Nú segja menn, það lækkar olíuverðið Íran fer að verða hluti af viðskiptasamfélaginu þeir hafa hagsmuna meiri verslun hefur alltaf stöðlað friði miklu meiri heldur en yfirlýsinga friðarhefinga verslun er friðarboðin og þetta muni þá laga ástandið og eftir ákveðin tíma þá muni Íranir vera bara ánægðir með þetta hvað segir þetta svona? Þetta hljómar var reyndislega, finnst þetta ekki? Nei, ég bara varpa þessu frá Þetta eru rökin hjá þeim En sko það sem að Þjóðverjar segja þetta svona Sko, núna standa Ísraelsmenn fram við því að 100 milljarðir dollara eru til standa til ráðstöfunar fyrir Írani að dæla inn til Hamas, inn til Hezbollah, inn til allra óvinna Ísrael og þeir munu gera það. Þeir munu fjármagna óvinni Ísrael, það það sem mest í vandina þínum að Já, það til dæmis sá vandi og hvað gera þá Ísraelsmenn? Alltaf þeir að sitja og bíða eftir því að þeir verði þurrkaður út á kortinu, auðvitað gera þeir þetta ekki. Og hvað gera þeir þá? Þeir munu gera árás á Já, en þeir vildu fá Bandaríkin með sér í þessa ára, en það ekki víst þeir geti eyðilagt þessar kjarnorku framleiðslu stöðvar sem að eru þarna í Íran, það ekki víst þeir náu til þess alls. Sko, þeir eru með þetta langt niður í jörðu. En gyðingar eru búin að missa smekkin fyrir því að láta drepa sig. Já, þú skilur hvað ég að segja. En hvað myndið áhrif hefða? Þetta er 70 milljón manna þjóð. Já, og þeir eru með þeir geta komið með marga milljónir manna nýr á vígvöllin þeir geta vopnað Já, en verður rólur, þeir verða, Ísraelsmenn verða ekki einir Hverju verða með það? Arabar Já, þú minna Sátarnir, Katar því þeir eru líka logandi hrættir Sía múslimar eru líklega til þess að ráða Þeir eru kannski mestamóti þessu Já, þeir eru mestamóti og það er svo skrítið að það er að myndast bandalag á milli Sátarabíu og Ísrael
vegna þess að þeir eiga þarna sameiginlega lofið. Ég held að Obama muni fá rosalega raskjall vegna þess að ég held að það verði það mikil andstæða gegn í þinginu að þeir nái ég er búin að lesa nokkra greinar bara í morgun frá svona þeir sem að gefa pólitískar álitsgerðir í sambandi við þennan samning og það mjög grimmur tónn í þessum og Obama hann bara nánast bara settur út af sakramentum. Í hinu landunum 5 engin sérstaklega óánægð með þetta en í Bandaríkjunum eins og bendir réttilega á það sérstaklega margir republikanar ósáttu við þetta og líka demokratarnir eru klofnir en af hverju Obama að gera þetta að þínum mati? Það ekki hægt að skýra það? Nei, Obama virðist hann óskiljanlegur hann mjög óskiljanlegur hann búin að alveg síðan 2009 þegar hann hélt fyrstu töluna sína í Al-Azhar háskólanum í Kaíró þegar fór þangað og setti vestu fanta arabiska heimsins á fyrsta bekk og fekk friðarverðlaun Nóbels fekk friðarverðlaun Nóbels altså hann búin að gera allt vitlaust jafn vitlaust eins og hægt að gera það í Miðausturlöndum. Ég tel að Obama það sé mjög mikil sök hjá honum í sambandi það hvernig komið núna fyrir Miðausturlöndum þar sem allsherjar kaos og hugsaðir þetta kaos í Miðausturlöndum það skelfilega heldur en þetta að lýsa með heldur að Ísraelsmenn fara að stað og þeir fara að sprengja okkur hægt að bregða við fréttir það eru skotnir 20 menn 30 menn hér teknar lífið það eru krossust börn bara núna fyrir 30 síðan fréttur það að einhverju 2 litli drengir eða ungir menn þar sem við köllum börn allavega undir 18 ára aldur 15-16 ára drengir sem fá sér að borða miðan dag og þeir eru krossfestir fyrir það athæfi að vera svangir og láta það eftir sér að fá sér að borða fyrir þetta var í Írak og þeir eru teknir og þeir eru krossfestir og það verið að það eru fundnar fjöldagrafir og þeir drepa menn í tugatali og það bara svo það kemst ekki eins og fréttir. Mér langar að spyrja það einu kannski í lokin. Við erum aðeins svo samdauðna þessu okkur fyrst eðlilegt. Það hefur verið að drepa þúsundur, 100.000 kristina mann á dag. En það sem ég langar að spyrja ég sá einhverja tölur það að það væri á þessu svæði yfirráðasvæði þarna múslima þar sem að kristnimenn eru þá hafi verið fleiri kristnimenn á þessu svæði heldur en gyðingar á hernámsvæðum nasista og nú fækkar kristnimönnum helming þarna þeir yfirgefa svæði, margir eru drepnir líka en enginn segir neitt hvað segir það? Hvað segir þú það hérna Pétur að í gær átti ég viðræður við afskaplega gáfaðan mann góðan við minn mjög viðlesi mann og gáfaðan og lesinn og góðan í alla staði hann fór að rífast við mig það hvernig hlutinir hefði gerst á Indlaskaganum og hann fullyrti við mig tóma vitleysu og var svo reiður þegar ég reynda leiðréttan menn vilja ekki heyra sannleikan þegar að Pakistan var stofnað þegar að Indlas veldist breska var sundrað eða hlutaði sundur þá voru 20% af Pakistan búum voru síkar og hindúar nú voru þeir 1% þeir voru 20%. Og hvernig var það í Bangladesh? Bangladesh, það voru bara drepnir bara 1971 þá voru þar þegar Bangladesh var rifið frá Pakistan stofna sérstætt ríki þá voru drepnir á einu bretti 3 milljónir hindúa. Við heyrum ekkert það. Nei, 1971 var ég fréttamaður og var blaðamaður og var bara nokkuð aktífur blaðamaður. Ég aldrei vissi ég þetta ekki fyrir 5 ára ég var ekkert betur en hinnir vissu var ég alltaf í innlendu fréttum ég var ekki erlendu fréttum en ég var samt að fylgjast með því sem gerðist í heiminum þá eins og ég ger í dag og ég hef ekki hugmynd þetta vakti engla athygli það voru 100 milljónir hindúar drepnir á öldunum frá því 1000
til fram til 1700. 100 milljónir hindúar. En hindúar þekkja þessa sögu? Nei, meira þess að þeir þekkja nýla. Já. Hún er ekki til dæmis, allir þekkja, við erum bara búin að gera 1000 myndir þúsundi myndar sennilega átökin í Evrópu í kringum Hitler og hans hyski. Bollywood sem er stærstu kvikmyndaframleiðandi heimsins gerir aldrei myndir þetta. Aldrei. En það eru svona átök sem hafa átt í stað eins og Biafra, ekki, þar voru margar milljónir drepnar og vakti ekki athygli. Súdan, það er ennþá verið að drepa. Súdan líka, já. Það eru milljónir manna sem voru drepnir í Súdan bara núna síðustu 50 ára sko. Við erum að fara að ljúka þessu, Valdimar. Ég þakka þér fyrir að koma hingað. Þakka fyrir að getur að ræða og fylgjast með þessu Íransmáli. Já, ég bara við skulum bara vona að bandarískir þingmenn hafi burði til þess að segja nei takk. Já, ég held að það ná ekki fram. Bara spurningin er hvað hægt að gera til þess að fylgjast með þessu. Ég veðja á það verði gert. Já, þú veðjar það. Já, þú veðjar á það. Þakka þér fyrir það, Valdimar, og ég vil þakka hlustendum Útvarp Sögu. Verið sæl. Útsalan í fullum gangi, mikið úrval af fallegum fötum, tískuvöruversluninn Stóra Stelpur, Hverfisgötu 105. Þarf að klæða húsið. S26 málingakerfið er ódýr, raunhæfur valkostur ef til stendur að klæða hús. Engin útlitsbreyting, 10 ára ábyrgð. Kynntu þér málið hjá Málingarverslun Íslands í síma 415 0060, símin er 415 0060. Handunnar kryddblöndur án aukaefna frá Pottagöldrum. Allt krydd er hreinsað með Prima Pura. Vandar vöru frá Pottagöldrum. Föstudagurinn 17. júlí er síðasti pöntunardagur á splunkunni gleraugum. Margskipt gler, sólgler, tölvugler, sjónvarsgler. Umgerðir gemins með keyptum glerjum. Glerugnaverslunin Sjónarhóll, Reykjavíkurvegi 22 Hafnarfirði, komdu með sjónmælinguna. Hjá Dóra í Mjódd. Alvöru matur fyrir alvöru fólk. Við elskum að elda á meðan aðri vinna. 8 réttir í hádeginu og kvöldin. Hjá Dóra í Mjódd. Fjölbreytt safn í alfara leið. Kíktu í heimsókn, Skógasafn. Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið er. 35 ára reynsla. Sími 699 83 30, 699 83 30. Alltaf logn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureit. Skélin, Höfðabakka 9, sími 578 63 00, 578 63 00. Nú grillum við í allt sumar. Látum ekki brjóstsviða og magaóþægindi koma í veg fyrir að við getum notið grillmatarins. Silikol gel kemur jafnvægi á magan og óþægindin hverfa. Njótum þess að grilla með fjölskyldunni. Silikol gel fæst í apótekum. Garðs apótek, einkarekið apótek í yfir 50 ár. Lágt lyfjaverð, góð þjónusta. Garðs apótek, Sogavegi við Réttarholtsveg. garðsapótek.is. Bílaglerið auglýsir. Öll framrúðuskipti, öryggisgler í báta og bíla og vinnuvélar. Allt skorið eftir máli. Fagleg þjónusta. Bílaglerið, Bílsöða 16, sími 587 65 10. Er tölvan að bila? Þá þarftu tölvuvinn. Tölvuvinnir er tölvuverkstæði ferskastir í faginu. Tölvuvinnir, Langholtsvegi 126, sími 445 0100, 445 0100, tölvuvinnir.is. Ert þú með munnþurrk? Happ Plus örvar munnvatn 20-falt á við óörvað munnvatn. Happ Plus fæst í apótekum. Bílaréttingar og sprautun, framúrskarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars, Skútuvogi, bílarétting.is. Útfara þjónusta Rúnars Geirmundssonar kynni nýjung á Íslandi. Ódýr umhverfisvænn valkostur. Handsmíðaðar tvöfaldar íslenskar viðarkistur, einföld og hlýleg innri birkikista, glæsileg ytri leigukista úr íslensku lerki frá Hallormsstað, íslensk hönnun og handverk á mun lægra verði. Útfara þjónusta Rúnars Geirmundssonar, traust og fagleg fjölskyldufyrirtæki í 24 ár. Sími 567 91 10, útfarir.is.